Ég segi 73. fund bæjarstjórnar settan, verið velkomin. Mættir eru Jóna Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Sava Gretarsson varamaður, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir og í forföllum bæjarstjóra Árni Gísli Árnason sem að jafnframt ritar fundagerð. Við göngum til dagskrár. Það eru 7 almenn mál á dagskrá. Fyrsta máli sveitarfélagi Vogar sameiningarmál. Á 151. fundi bæjarráðs 29. september síðastliðinn voru til umfjöllunar fundagerðir verkefnishóps könnunarviðræður sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum ásamt fylgigögnum. Bæjarráð samþykkti samhljóða að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarstjórn til fyrri umræðu og ég gef orðið laust. Já, Anton, gerð svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Já, ég ætlum bara að byrja því hérna í upphafi fundar að lýsa því yfir að það er eitthvað vesen á fundagáttinni hjá mér. Ég kemst inn í fundagáttina en þegar ég íti á bæjarstjórn þá kemur engin gögn. En allt í góð með það, en það er allavega eitthvað bilað hjá mér. Ég fæ kannski að nota tölvuna hjá sessinauti mínum. Þessi byrjundarítar eitthvað aðtúa það. En já, mér langaði bara að koma upp undir þessum lið, sveitarfélagi Vogar. Að ég vil lýsa bara yfir ánægju minni yfir það að á síðasta fundi bæjarráðs að þá fengum við að sjá þessar fundagerðir sem að ég hef verið að kalla eftir að fá að sjá varðandi sameiningar viðræður þessara sveitarfélaga og það var gott að fá þær inn einmitt fyrir laugardaginn þar sem að við vorum á aðalfundi í samband sveitarfélaga á Suðurnesjum þannig að við getum tekið ykkur upplýsta umræðu svona óformlega þar við sveitarstjórnarmenn stöðu þeirra mála. Þannig að já, það er mjög mikilvægt þess að segja að sjá þessar fundagerðir svo maður gerir sér svona grein fyrir því hvað hefur átt sér stað þarna og hvað umræða hefur verið í gangi þarna. Og þannig að ég vil bara lýsa ánægju minni með það en mér skilst í samtalinu mínum við bæjarstjóra að þetta mál fari hér í 2 umræður í bæjarstjórn. Takk. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu máli. Já, það er rétt að þessu verður vísað til annarra umræðu í bæjarstjórn. Mögulega bætast einhver fleiri gögn við málið. Það er ekki, því er ekki kannski formlega lokið. Stýrihópurinn er ekki formlega lokið störfum. Þannig að mögulega bætast einhver gögn við án sem ég þó geti staðfest á. Þannig að hér er bara lagt til að vísa málinu til síðar umræðu í bæjarstjórn ef ekki fleiri kveða sér ljós. Þeir sem samþykkja að vísa málinu til síðar umræðu gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það annað mál á dagskrá, Gauksstaðir til að deiliskipulega og alskipulagsbreytingu samhliða henni. Á 57. fundi framkvæmda- og skipulagsráð 18. september síðastliðinn var lögð fram tillaga eiganda Gauksstaða landnúmer 196.408 að deiliskipulagi frístundahúsbyggðar undir ferðaþjónustu samhliða breytingu á aðalskipulagi. Og framkvæmda- og skipulagsráð samþykkt að leggja til við bæjarstjórnar tillaga að breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar fái málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga 123/2010 vegna óverulegar aðalskipulagsbreytingar og að bæjarstjórn samþykki að auglýsa þá niðurstöðu og senda tillögu til staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. Ásamt gátlista hvort breyting aðalskipulags geti talist óveruleg. Einnig var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn heimil að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Gauksstaða í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginu ofangreindri breytingu á aðalskipulagi. Og það er hér lagt til að bæjarstjórn samþykki þetta en ég gef orðið laust tillöguna. Ef enginn kveður sér ljós við þá sem eru henni samþykkir að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Ég fundar þetta smá tíma. Gott, ok. Þá komum við að 3. máli sem er deiliskipulag ofan Garðvangs, Teiga og Klappahverfi. Endurskoðun seinni hluta hverfis.
Á 57. fundi framkvæmda og skipulagsráð 18. september síðastliðinn lagði skipulagsfulltrúi fram minnisblað að tillögu að viðbrögðum við innsendum umsóknum dagsetning 10. september 2024 þar sem einungis ein umsókn nr. 3 kallar á lítilsháttar breytingu á greinargerð skipulagsins. Framkvæmda og skipulagsráð leggur til að bæjarstjórn samþykki að senda tillöguna til staðfestingar til skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er það lagt til hér með, en ég gef orðið laust. Nú ef enginn kveður sér hljóðs þá bið þá sem eru þessu samþykkir að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá umferðaröryggisáætlun Suðurnesjabæjar. Það er áfram á 57. fundi framkvæmda og skipulagsráðs síðan 18. september þar sem samþykkt var að ráðið leggja áherslu á að hafist verið handa við gerð umferðaröryggisáætlunar Suðurnesjabæjar á árinu 2025 og gert verið ráð fyrir því í fjárhagsáætlunargerð Suðurnesjabæjar og er það lagt til hér með. En ég gef orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá bið þá sem að samþykja tillöguna að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá komið að 5. mál á dagskrá sem er fjárhagsáætlun lántaka. Á 149. fundi bæjarráðs 28. ágúst var samþykkt samhljóða að veita heimild til lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 425 milljónir samkvæmt tillögu sérfræðings fjármála og í samræmi við fjárhagsáætlun og viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2024. Lagt til við bæjarstjórn að tekið verið lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 425 milljónum með lokagjalda 7. október 2039. Í samræmi við skilmála að lánasamningi nr. 2410/55 sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Að til tryggingar láninu sést höfuðstól uppgreiðslugjald auk vaxta, verðbóta af dráttarvaxta og kostnaðar. Standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlegum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna byggingu leikskóla sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem eru almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er lagt til að Magnúsi Stefánsinni kennitala 11.060-3319 verði veitt fullt ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Suðurnesjabæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. En ég gef orðið laust. Anton, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég kemst ekki hérna inn í þessi rafrænu gögn, en það er nú gott að vera gamla skólanum og vera með þetta útprentað hérna. Þannig að maður hérna sjáum nú allavega dagskrá fundarins. Herðu, hérna, já, mér langar að hérna spyrja nokkra spurninga varðandi þessa lántöku sem snertir okkur öll og hefur áhrif á okkur öll og hérna sko út af því að það er komið inn á fram í þessari upptalningu hér að lánið sé 425 milljónir króna og það sé samkvæmt fjárhagsáætlun. Og þess vegna langar mig bara að spurja sko forseta, nú er ég hérna með fjárhagsáætlun ársins 2024 hérna fyrir fram að mig og þetta er bara opinbert gagn sem er á heimasíðu sveitarfélagsins og þar er gert ráð fyrir að teki ný langtímalán upp á 400 milljónir króna. Þannig að hérna þetta eru lántökur þá í mínum huga umfram fjárhagsáætlun. Þannig að hérna og sko ég bara svona velti fyrir mér sko hvort að það sé ekki einhvern veginn hægt að koma því að við tökum þá bara 400 milljónir króna eins og er lagt til í fjárhagsáætlun í staðinn fyrir að fara í 425 milljónir króna. Hvort að við getum ekki með einhverju móti fært einhverja framkvæmdir til fram yfir áramót
svo við séum að styðja okkur við gildandi fjárhagsáætlun eða allavega þá fjárhagsáætlun sem að samþykkt var á 63. fundi bæjarstjórnar 13. desember 2023. Þannig að ég vil bara allavega spurja þessu sko. Takk. Takk fyrir fyrirspurnina, Anton. Eins og kemur fram náttúrulega bara í upphaf þegar ég las upp að þetta samkvæmt og í samræmi við fjárhagsáætlun og viðaukaða fjárhagsáætlun ársins 2024 eins og komið fram og þú bendir réttilega á. Og þessi tillaga þín hvort það sé hægt að koma því að færa til framkvæmdir. Mér heyrist á starfsmönnum sveitarfélagsins bæjarstjóra og þeir sem eru búin að vera að vinna í þessum málum að framkvæmdir séu langt á veg komnar. Við höfum verið að fresta ákveðnum framkvæmdum vegna ófyrirséðra verkefna. Þannig að ég sé ekki alveg fyrir mér að það sé hægt, en komi það upp áður en að það verið ákveðið að ganga til samninga þetta lán, þá það sjálfsagt og því komið með á framfæri. En ég gef orðið laust. Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, bara svo því sé haldið til haga að fjárhagsáætlun með breytingum 425 milljónir og það þess vegna sem vísað til þess og þess vegna lán tekið upp á 425 milljónir í samræmi við fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun tók breytingar á árinu sem var samþykkt hér og þess vegna ástæða fyrir að lánið upp á 425 milljónir. Bara hafa þetta hreinu, þetta samkvæmt fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun gildir með breytingum. Sem hvað þessi ljós, Anton gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, ég þakka þessi svör. En það liggur þó í hlutalegu eðli að þetta samkvæmt fjárhagsáætlun sem hefur verið breytt þá í millitíðinni. Og þannig að þetta ekki samkvæmt fjárhagsáætlun sem var samþykkt hér fyrir áramót 2023. Þannig að það gott að heyra á því. En eins og ég segi, ég vil bara ítreka þá afstöðu mína að ég held að það sé mikilvægt að við reynum að reyna að hliðra til einhverju verkefnum. Þetta eru miklu fjármunir og eins og ég segi, ástandið svona, þetta óvissu tímar sem við lifum í efnahagsmálum á Íslandi og ég held að við ættum að reyna að finna með einhverju móti að reyna að halda okkur við þessar 400 milljónir. Takk. Takk fyrir þetta. Kannski aðeins til að svara bara varðandi það að reyna að halda okkur við 400 milljónirnar, þá tökum við náttúrulega vel á móti öllum tillögum breytingar á framkvæmdaáætlun ef að það eru einhverjar slíkar frá bæjarfulltrúum og sjálfsagt að verða við því. Þannig að það hægt að gera það á bæjarráðsfundum en líka bara, koma með þessar tillögur til bæjarstjóra eða starfsmanna. Fleiri sem hvað þessi ljós? Þá komið að 7. mál, nei, ég gleymi að láta ykkur samþykkja þetta. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæða meirihluta, ykkur á móti, fulltrúar B-lista sitja hjá. Þá það 7. mál á dagskrá, kosning aðal- og varamanni nefndir og ráð Suðurnesjabæjar. Hér eru lagðar fram breytingar á aðal- og varafulltrúum í fjölskyldu- og velferðarráði. Lagt til að Thelma Dís Eggertsdóttir S-lista verði aðalfulltrúi í fjölskyldu- og velferðarráði í stað Eysteins Más Guðvarssonar O-lista. Fríða Stefánsdóttir S-lista og Elín Frímannsdóttir S-lista verði varafulltrúar í stað Thelmu Dísar Eggertsdóttir S-lista og Sindra Lars Ómarssonar O-lista. Ekki orðið laust. Ef ekki hvað þessi ljós, þessi samþykkja tillöguna gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá komið að 7. máli á dagskrá sem mennta- og barnamálaráðuneyti samningur fylgdarlaus börn. Á 54. fundi fjölskyldu- og velferðarráðs síðan 27. september síðastliðinn var fjallað samstarfssamning mennta- og barnamálaráðuneytisins og Suðurnesjabæjar þjónustu við fylgdarlaus börn. Núverandi samningur rennur út 31.12.24. Fjölskyldu- og velferðarráð leggur til við bæjarstjórn samningur við mennta- og barnamálaráðuneyti vegna fylgdarlausa barna verði framlengdur til 2027
með 6 mánaða uppsagnarfresti. Og er lagt til að bæjarstjóra fali að ganga til þessar samninga við mennta- og barnamálaráðuneytið endurnýjan samning. Ég gef orðið laust. Ef enginn kveður sér ljós, þá bið þá sem að samþykkja tillöguna að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Held að þetta sé líka bara góð staðfesting á því að við séum að sinna þessum málaflokki vel og þetta getur verið stolt af því að þetta gengur eftir og ég veit að þetta verkefni hefur gengið vel. Þannig að vonandi höldum við því bara áfram. Næst er komið að 15 fundagerðum til kynningar og fyrst er hér bæjarráð nr. 150. Ég gef orðið laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós, þá er hún hér lögð fram. Næst er það bæjarráð 151. Ég gef orðið laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós, þá er hún hér lögð fram. Þá er komið að hafnaráði, síðan 5. september. Ég gef orðið laust fundagerðina. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 10.3 sem að snýra gönguhliði af flotbryggju 4. Þetta er málefni sem að við B-listinn settum á dagskrá í Hafnaráði. Þetta snýrað jafnræðissjónarmiði við þeir sjóferendur sem eru með smábáta sína í Sandgerðishöfn út af því að fyrir þá sem að vilja kynnast málinu betur og þá snýr þetta að því að aðbúnaðurinn er ekki svo sami fyrir smábátasjómenn. Það er bara þannig. Þetta er eina flotbryggjan sem ekki hægt er að læsa gönguhliðinu. Þannig að sjómenn hafa orðið fyrir ónotum. Það er verið að fara í bátana hjá þeim og það er verið að rupla og skemma. Þannig að okkur finnst mikilvægt að þetta mál hljóti framgöngu og vonandi verði gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun. En á samtölum mínum við hafnarstjóra þá skilst mér að sé til eitthvað smá framkvæmdafé í þessa framkvæmd. Þannig að vonandi allavega raungerist það með haustinu eða allavega á nýju ári þegar meira fjármagn kemur. En svo langar mér að nefna þess hérna varandi 10.4. Það er hafnasambandþing á Suðurnesjum 2026. Og ég vil nú bara lýsa yfir óánægju minni með það að minnihlutinn hefur enga aðkomu að þessu hafnarsambandsþingi. Það var þannig í fyrra að það fór einn frá meirihluta og einn frá minnihluta og svo hafnarstjóri á þetta þing. En nú virðist vera annað í gangi og við höfum óskað eftir því að þetta mál verði sett á dagskrá Hafnarráðs. Út af því að okkur þykir mikilvægt að við sem búum í lýðræði samfélagi að það sé hvort sem það er landsþing, sveitarfélag eða hafnarsambandsþing að við höfum raddir víðari hópa. Þannig að ég setti mig í samband við þá á höfninni í Hafnarráði í Reykjanesbæ og þar fer til dæmis öll hafnarstjórnin á þetta þing. En mér samkvæmt því sem ég skil að þá fer bara formaðurinn og hafnarstjóri sem er atkvæðisrétt og svo fer Magnús með þeim sem hann Gretar með þeim sem er verkefnastjóri hafnarinn en hann er ekki atkvæðabær á þinginu sjálfu. En í fyrra þá fór Gísli Hreiðarsson sem var formaður hafnarstjórnar og Önundur Björnsson sem var þá fyrir hönd minnihluta að þá var þetta þannig en núna er greinilega eitthvað annað í gangi. En ég vil bara lýsa yfir óánægju minni með þetta og hef óskað eftir því að þetta verði tekið upp í Hafnarráði. Takk. Takk fyrir þetta, Don. Sigursveit, þú beðum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér skilst að þessi ákvörðun hafi verið tekin á marsfundi Hafnarráðs. Og þá voru valdahlutföllin önnur en í dag í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Þannig að ég geti svo sem alveg tekið undir það að minnihlutinn ætti alltaf að hafa aðkomið að þessum þingum en þetta var ákvörðun í mars síðastlinnum og það hreyfði engin mótmælum þá. En ég vildi bara að það kæmi fram. Eru það fleiri sem kveður sér ljós? Anton, gjör svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar.
Ég held bara að við ættum að reyna að innsetja okkur það, sama hvort að við séum í meiri hluta eða minni hluta eða hvað í flokkin sem við stöndum, að við viðhaldum sömu vinnubrögðum og sömu verkreglum á milli ára og hvort sem það er í minni hluta eða meiri hluta. Ég held að það sé mikilvægt að raddir beggja fá að heyrast á svona þingi og menn séu að vinna í sömu átt. Og við óskuðum strax eftir þessar hræringar sem átt sér stað í pólitíkinni hérna í Suðurnesjabæ, þá óskuðum við strax eftir að þetta væri tekið til umræðu og okkur síðan tjáð það að það sé löngu búið að panta hitt og þetta og svona. Þannig að ég bara, eins og ég segi, ég verð bara að lýsa vonbrigðum mínum með vinnubrögðin í þessu máli. Það hefur verið vel hægt að taka þetta mál upp og vinna það með öðrum hætti. Takk. Fleiri sig kveða sér ljós? Ef ekki, þá er fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram. Þá er komið 11. mál á dagskrá sem er fræðsluráð síðan 13. september síðastliðinn. Ekki orðið laust fundargerðina. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að bara minnast á 2 mál sem eru hérna á dagskrá. Það er 11.3 og 11.4. Í máli 11.3 er fjallað farsældar- og skólaforðunarteymi. Mér finnst bara vert að ræða það. Mér finnst þetta bara að vera mjög mikilvægt og flott verkefni sem við erum að vinna hérna í Suðurnesjabæ. Þetta er ótrúlega gott og mikilvægt verkfæri fyrir alla aðila í skólakerfinu. Þetta er mjög gott fyrir umsjónarkennara og stjórnendur að hafa svona skýra reglur og viðmið og hjálpar til við að vinna þessi mál sem eru svona vaxandi vandi hjá okkur. Það er ekki nema svona kannski 7-8 ár síðan að skólaforðun og alvarlegur mætingavandi bara þekktist ekki hérna í að minnsta kosti Gerðaskóla sem ég þekki vel til og síðan hefur þetta verið svona auðvitað aðeins vaxandi eins og við þekkjum. Það var gefin út bæklingur sem að mér finnst vera bara mjög flottur og þar eru settar fram þessar nýju mætingareglur á mjög svona hvetjandi og jákvæðan hátt, þannig að mér finnst þetta bara flott verkefni. Síðan langaði mig að minnast aðeins á Grænuborg. Mér finnst koma fram svo góðar upplýsingar hérna í þessari fundargerð. Það er hérna mynda teymi til þess að vinna að því að yfirtakan gangi sem best. Eins og því þekki þá var náttúrulega breytingar á rekstra fyrirkomulagi leikskólans í Sandgerði í sumar og mér finnst bara gaman að sjá þarna í þessum gögnum hvað fræðslusviðið okkar hefur stutt vel við þennan flutning. Það var fundað þétt og það var mjög vel gætt að samstarfi við stjórnendur og starfsfólk og mér sýnst það bara mikil ánægja með þetta. Þannig að mér finnst það bara flott að sjá í gögnum hvað þetta hefur verið vel gert. Fleiri sem biður orðið? Elín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og fundarritari. Mér langar bara að koma undir í 10.4 varðandi leikskólann Grænuborg. Nú sjálf er ég líka bara foreldri með barn á leikskólanum og mér langaði bara að taka undir ánægjuna. Þetta er bara, byggingin er frábær og maður sér bara allt annan anda yfir starfsfólkinu og börnunum. Og nú er leiksvæðið að komin bara mjög góð mynd á það og þetta bara, að maður finnur svona smá von einhvern veginn að það séu bara svo ótrúlega bjartir tímar framöndan. Þannig að bara takk fyrir starfsfólk líka hjá Suðurnesjabæ að þessa skiptingu á milli og þetta er bara ótrúlega vel heppnað. Takk. Fleiri sem biður orðið? Já, mér langar nú bara að taka undir það sem Laufey og Elín er að tala og ég geti nú sagt bara fyrir hönd fræðsluráðs, það voru náttúrulega mjög góðar umræður þetta og góðar upplýsingar sem við fengum á þessum fundi og ég held að það sé ekkit annað en að það verði bjartir tímar framöndan á Grænuborg
og þetta óskar maður þess og við enga trúa öðru en að starfsfólki haldi áfram að styðja við það góða starfsemi þar og bara annars staðar í skólum hér í sveitafélaginu sem ég held við getum líka bara í leiðinu verið mjög stolt af. Það skiptir miklu máli að það sé góður stuðningur við margvíslegu verkefni sem skólarnir okkar að takast á við með börnunum okkar og foreldrum. Ef ekki fleiri kveða sér hljós, þá fundargerðin bara hér með öðru leyti lögð fram. Þá það 29. fundur ferðasafn og menningarráðs, ekki vorður laust fundargerðina. Nei, þá ætla ég aðeins fá að segja smá vitadagana. Mér fannst frábært að sjá að væri tekið saman svona strax eftir vitadagana. Svona góð skýrsla það hvað gekk vel og hvað betur hefði mátt fara. Af því að það fennir nú oft fljótt yfir og svo munum við eitthvað og svo gleymum við einhverju og þannig að næst þegar við höldum vitadaga að það var þetta byggja á þessum flottum styrkleikum og veikleikum sem voru á hátíðinni í ár til að bæta hana og gera hana enn betri. Þannig að ég bara langar að lýsa ánægði með góðum vinnubröðum varðandi þetta og ég heldur mjög alveg stunda þetta mjög mikið bara hér að taka svona saman upplýsingar eftir ákveðna viðburði. Þannig að þá var það allavega hér með sagt. Öðru leyti fundargerðin bara lögð fram ef ekki fleiri kveða sér hljós. Þá það langur og strangur 57. fundur framkvæmda skipulagsráðs síðan 18. september síðastliðinn. Ég gef orðið laust fundargerðina. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég fékk að sitja þennan fund sem varamaður. Þetta var skemmtilegur fundur, langur og strangur og margt til umræðu. Mér langaði bara aðeins að koma upp undir 13-16, skilti og merkingar. Ég held að það sé komið tími á að við sitjum svolítið kraft í þetta mál og allavega hugum svolítið að því núna í fjárhagsáætlunarvinnunni fyrir komandi ár að við sitjum bæjarskilti við sveitafélagsmörkin og gerum ásýnd okkar sveitafélags hærra undir höfði og verum stolt af okkar sveitafélagi. Ég held að það sé mikið mælt að við reynum að halda þessu inni núna og sitjum einhverja alvöru fjármuni í þetta sem að geta allavega komið þessu á stað. Það verður þá hægt að taka í seinni áföngum ef að kannski 26 með hin skiltin sem við lögðum til á fundinum varðandi innkomun í byggðakjarnana. Við lögðum fram að það eru sett upp 3 skilti. Það er sem sagt 1 skilti við sveitafélagsmörk upp við Marriott-hótelið og svo eru þið inn í aðalinkomuninu í báða byggðakjarnana samskonar skilti bara í minni útfærslu. Ég gerir mig grein fyrir þetta kostar mikla fjármuni þannig að ég ekkert að segja að þetta þurfi alltaf að koma í einu. Við gætum unnið þetta í skrefum. Við gætum byrjað á stærra skiltinu við sveitafélagsmörkin þannig að fólk viti það þegar það kemur hingað í átt á sveitafélaginu að það sé komið inn í Suðurnesjabæ. Svo getum við einsett okkur það að setja upp minni útfærslunar á skiltunum kannski árið seinna. Þannig að ég er ekki að segja að við þurfum að gera þetta allt í einu en kannski er svigrúm í það, ég bara veit það ekki eftir að fara í grundiginn í þessari fjárhagsáætlun. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við vinnum markvisst á því að byggja ásýndina hærra undir höfði. Svo langaði mig að koma upp undir 13-19, mögulega þéttingareitir fyrir íbúðarhúsnæði og þetta var góð umræða sem átti sér stað á fundinum og allir sammála það að reyna að koma þessum lóðum sem eru þarna allavega samgerðismegin. Við ætlum að koma inn gögn með garðshlutan á næsta fundi. Þannig að það sé hægt að fara að úthluta þessum lóðum. Ég kíkti inn á heimasíðu sveitafélagsins í morgun og sá að það ekki komnar neinar lóðir til úthlutunar eins og við vorum að tala á þessum fundi. Þess vegna langar mig bara að spurja formann framkvæmdaskipulagsráðs hvenær sérðu fyrir þér að við getum farið að útdeila eitthvað af þessum lóðum sem að þurfa ekki mikla vinnu, deiliskipulagsbreytingu, þessar lóðir sem við tölum að væru mögulega hægt að fara í úthlutanir bara mögulega strax. Hvenær sjáum við þær koma til úthlutunar? Takk. Takk fyrir Anton. Einar gjör svo vel. Forseti góð bæjarfulltrúar.
taka undir það, þetta var skemmtilega fundur, 3 tímar, góð törn og aðeins kannski til að koma inn á varðandi bæjarskiltið, þá er ekki allir sammála um það og enda ég voruð með það á áætlun næsta árs að setja upp bæjarskiltið en góð tillaga sem kom frá bílastunum varðandi að setja litlu skiltin líka í viðbót í framhaldinu. Það er eitthvað sem við verðum að skoða en ástæðan fyrir það var ekki farið í þetta í ár vegna þess að við færðum þetta milli ára, það var ekki til fjármagn. Þannig að hugmyndin svo sem er ekkert ný en það er mjög gott að ýta við henni og við erum sammála um það og viljum öll koma þessu upp. Varðandi aftur á móti hvenær verður farið í að úthluta þessum lóðum, ég get ekki svarað því að ég held að ég fær rétt með að daginn eftir fund eða 20 setna þá fór sviðstjóri í frí, kom til vinnu aftur á móti í morgun og það eru svo sem ekki margar lóðir sem hægt að úthluta og en það eru þarna atriði sem verið að vinna í og vonandi fáu upplýsingar á næsta fundi það hvernig það gengur og það var líka hugmynd þarna inn að kanna hjá landeiganda sem á eina lóð hvort hún verði til úthlutunar en það er líka lóðir sem það fara í grenndarkynningar og það má reikna með að það taki þá allavega 6 vikur frá því að það er búið að leggja það fram. Þannig að þetta er svo sem ekki að ske 1, 2 og 3 en ef ég maður rétt þá er það alveg rétt hjá Bæjarfélagi Landtúni, það er ekki margar lausar lóðir en við gerum mér svona vonir til að líka að við munum úthluta lóðum í næsta áfanga í Skerjahverfinu á næsta eða ekki síðan en á það næsta fundi. Þannig að október en nóvember fundi verður úthlutað þeim lóðum sem þær eru. Ég er aðeins að bíða eftir staðfestingu frá sviðsstjóra hvenær göturnar verða klárar. Þannig að það styttist í að það komi líka það úr úr Skerjahverfinu áfanga 2 til úthlutunar þær lóðir sem þær eru. Þannig að fyrir lok árs í það minnsta. En vonandi í þessu mánuði ef næst ekki þá er það í næsta mánuði. Ég vona þetta varpi svona aðeins ljósi á stöðuna. Takk fyrir Enjón. Fleiri sem kveða sér ljós? Og ef ekki þá er fundagerðin hér öðruleyti lögð fram. Þá erum við komin að íþrótta- og tómstundaráði og ég gef orðið laust um fundagerðina. Engin kveða sér ljós, þá er fundagerðin hér lögð fram. Þá er það fjölskyldu- og velferðar á fundi nr. 54 síðan 27. september. Ég gef orðið laust um fundagerðina. Úrsula, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem inn undir máli 15.4, barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sem eru okkur svona hjartans málin í B-listanum. En mér langaði bara að fagna því að fjölskylda velferðar að taka jákvætt í erindið. Innleggingin á barnasáttmálum er mikilvægt skref í átt á því að efla velferð barna í sveitarfélaginu. En það er einnig nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að verkefni snýst ekki barnvæna stefnu í hefðbundnum skilningi. Hér er að ræða stærra og víðtækara verkefni, en innleiðing á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hún er lagaleg skuldbinding sem tryggir réttindi barna í samræmi við alþjóðlegan mannréttindasamning. Þannig að ferlið er ekki aðeins, það krefst víðtæks samráðs og greiningar og að það séu settir skýrir ferlar til að tryggja öll réttindi barna séu virt í stefnumótun og ákvörðun sveitarfélagsins. Þannig að það er lykilatriði að skilja að innleiðing barnasáttmálans er alþjóðleg skuldbinding og verður að falla íslenskum lögum. Frekar en að vera einföld stefnumótur áætlun sem hægt er að aðlaga að einstökum sveitarfélögum. Þannig að með öðrum orðum er innleiðingin bindandi aðgerð þar sem réttindi barna eru sett í forgrunn samkvæmt alþjóðlegum stöðlum, en barnaleg stefna er meira sveigjanlegt verkfæri sem sveitarfélögin geta mótað sjálf. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Úrsula. Fleiri sem kveða sér ljós um þessari fundagerð? Já, þetta mál var lagt fram í bæjarráði svo vísað til bæði velferðarráðs og svo fræðsluráðs og verður tekið fyrir á næsta fundi fræðsluráðs og það er einmitt svona, getur sammála því að þú veist þetta er mikil vinna á baku þetta og það þarf að vanda til verka og við þurfum að skoða þetta mál, hvernig við getum innleitt þetta á sem farsælastan hátt. Við
við förum í það og kostnaði að greina það og meta sem er líka hluti af tillögunni sem bæjarráð sendi frá sér. Þannig að við vonum að það gangi eftir. Fleiri sem kveða sér ljós? Þá er fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð samband íslenska sveitarfélaga, ekki voruð lausn fundargerðina. Ef enginn kveður sér ljós þá er hún hér lögð fram og þá er það samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundur síðan 11. september, ekki vorðulaust. Enginn kveður sér ljós þá er fundargerðin hér lögð fram. 18. mál á dagskrá almannavarnanefnd Suðurnesju utan Grindavíkur, fundargerð síðan 29. ágúst, ekki vorðulaust. Ef enginn kveður sér ljós þá er fundargerðin lögð fram. 19. mál heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundur síðan 10. september síðastliðinn, ekki vorðulaust. Enginn kveður sér ljós, þá er fundargerðin lögð fram. Þá komum við á Kölku fundargerð síðan 10. september síðastliðinn, ekki vorðulaust fundargerðina. Enginn kveður sér ljós, þá er hún hér lögð fram. Erum nokkuð að fara á hratt fundarritari? Það er allt í góð. Allt í góð. Þá er það svæðisskipulag Suðurnesja, síðan 12. september síðastliðinn, ekki vorðulaust fundargerðina. Enginn kveður sér ljós og fundargerðin hér lögð fram. Að lokum er það fundargerð þekkingarsetur Suðurnesja síðan 19. september, ekki vorðulaust. Ef enginn kveður sér ljós þá fundargerðin hér lögð fram og dagskráin þar af leiðandi tæmd og komið að lestri fundargerðar, fundarriti, ritari, staðgengill bæjarstjóri kjörsögur, Árni. Smá, ekki máli. Alveg að koma. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og ég ætla að reyna að fara yfir fundargerðina. Ég vona að ég hafi engu gleymt og ég bið ykkur endilega að fylgjast bara vel með og við getum að leiðrétta það ef eitthvað hefur eitthvað misfarist hjá ritara og svolítið hrattaði í lokin. Fundin sátuðu Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon var fyrrverandi hérna var Svavar Gretarsson er varamaður, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristín Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir og Árni Gísli Árnason ritaði fundargerð. Ég ætla að stækka þetta hérna, að ég sjá þetta betur. Fyrsta mál á dagskrá var sveitarfélagi Vogar sameiningarmál og þar tók til máls AKG. Afgreiðsla að það var samþykkt samhliða að vísa málunni til síðari umræðu í bæjarstjórn. Mál nr. 2, Gauksstaðir tillaga deiliskipulagi og aðalskipulagsbreytingu samhliða. Þar var afgreiðsla við. Getur verið enginn að tekið til máls? Þar? Já, það passa, ok. Afgreiðsla var að það var samþykkt samhliða að tillaga að breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar fái málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 vegna óverulegar aðalskipulagsbreytingar og að svo niðurstaða verið auglýst og tillaga send til staðfestingar hjá Skipulagsstofnun ásamt gátlista hvort breytingar aðalskipulagsins geti talist óverulegar. Bæjarstjórn samþykkir samhliða að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Gauksstaða í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni breytingu aðalskipulagi. Það mál nr. 3, deiliskipulag ofan Garðvangs, Teygja og Klappahverfi, endurskoðun seinni hluta hverfis. Afgreiðsla bæjarstjórn samþykkir samhliða að senda tillögu deiliskipulag ofan Garðvangs, Teygja og Klappahverfi til staðfestingar til skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Passar það, já. Mál nr. 4, umferð og ríkisáætlun Suðurnesjabæjar á 57. fundi framkvæmda fyrirgeðu. Afgreiðsla þess máls var að samþykkt samhliða að vísa málinu til umfjöllunar fjárhagsáætlun 2025. 5. mál fjárhagsáætlun lántaka. Nú kemur löng lesning. Til máls tóku Anton, AKG, JM og EJP og
Afgreiðsla bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykki hér með á 73. fundi sínum að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 425 milljónir króna með lokagjalddaga 7. október 2023 í samræmi við skilmála að lánasamningi 24.10.55 sem liggja fyrir fundunum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, verðbóta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna byggingu leikskóla sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnanir opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Magnúsi Stefánssoni með leyfi forseta sleppið að lesa kennitölu veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Suðurnesjabæjar að undirrita lánasamningu lánasjóðs sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessu þar með talið beiðni útborgun láns. Við atkvæðagreiðslu sátu fulltrúar B-lista eða fulltrúar B-lista sitja hjá við atkvæðagreiðslu, aðri bæjarfulltrúar samþykkja með 7 greiddum atkvæðum. Var ekki örugglega 7. október 2039? Loka gjalddaga. Já. Jú, það passar. 17. mál, kosning aðal- og varamanna í nefndir og ráð Suðurnesjabæjar. Afgreiðsla þess máls var samþykkt samhliða Thelma Dís Eggertsdóttir S-lista við aðalfulltrúi í fjölskyldu- og velferðarráði í stað Eysteins Más Guðvarðssonar O-lista. Fríða Stefánsdóttir S-lista og Elín Frímannsdóttir S-lista verða varafulltrúar í stað Thelmu Dís Eggertsdóttir S-lista og Sindri Lars Ómarssonar O-lista. 7. mál, mennta- og barnamálaráðuneyti samningur fylgdarlaus börn. Afgreiðsla þess máls var þannig, það var spurning Jónína hvort þú hafir tekið til máls þarna, kannski getum við rætt það eftir. Samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að ganga til samninga við mennta- og barnamálaráðuneyti endurnýjaðan samning þjónustu við fylgdarlaus börn. Það var 8. mál, bæjarráð 150. fundur. Þar var sú fundargerð lögð fram. 9. mál, bæjarráð 151. fundur. Sú fundargerð lögð fram. 10. mál, hafnaráð 25. fundur. Til máls tóku AKG og SBJ. Afgreiðsla var á fundargerð lögð fram. 11. mál, fræðsluráð 48. fundur. Til máls tóku LE, EF og JM. Og svo fundargerð lögð fram. 12. mál, ferðasafn og menningarráð 29. fundur. Til máls tóku JM og fundargerð lögð fram. 13. mál, framkvæmda og skipulagsráð 50. og 7. fundur. Til máls tóku AKG og EJP og fundargerð lögð fram. 14. mál, íþrótta- og tómstundaráð 23. fundur. Þar fór engin umræða fram og þar var fundargerð lögð fram. 15. mál, fjölskylda- og velferðarráð 54. fundur. Til máls tóku UMG og JM og fundargerð var lögð fram. 16. mál, samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 2024. Sú fundargerð lögð fram. 17. mál, samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundargerð 2024. Fundargerð var lögð fram. Fara að segja, ásækið. Svona. 18. mál, á almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, fundargerðir og þar var fundargerð lögð fram. 19. mál, heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundargerðir, þar var fundargerð lögð fram. 20. mál, Kalka sorpeyðingarstöð, fundargerðir, þar var fundargerð einnig lögð fram. 21. mál, svæðisskipulag Suðurnesja, fundargerðir 2024, þar var fundargerð lögð fram. Og 22. mál, þekkingarstöð Suðurnesja, fundargerðir 2024, fundargerð lögð fram. Ekki alveg fyrir. Við þakkum fundarritara fyrir lesti fundargerðar og
og frábæra fundaréttun og öll hlutverki sem hann gegndi hérna í dag og aðfinnanlega. Er ykkur athugasemdir í fundargerðina? Og ef ekki þá telst samþykkt. Ég þakka fyrir fundi. Fundi er slitið 18:15.